Komið sæl og blessu, kæru ljón. Ég að prófa að leggja hérna nýspil sem ég eignaðist og þetta eru talnaspekispil og ég tek það fram, ég ekki talnaspekingur. Ég bara svona fikraði mig áfram að sjá hvað skilaboð við fáum úr þessum spilum. Ég með góða leiðbeiningar og það fyrsta náttúrulega sem að ég og kannski þið líka rekja augun í með þetta spil að hér eru ljón á spilinu. Og það skemmtileg tilviljun að þú sem ert í ljónsmerkinu fáir þetta spil. En spilið sem númer 10 heitir leiðtogi eða leiðtogahæfni. Sá sem í forystu, sá sem leiðir aðra. Þetta spil stendur fyrir sameiningu og sköpun og á spilinu má líka finna þessa litlu þríhyrningar sem þið sjáu hérna á milli ljónanna. Þetta einhvers konar stærðfræðitákn úr pýþagórískri stærðfræði og kallast tetraktis eða eitthvað heilagt form. Ekki spyrja mig stærðfræði, það ekki mín sterkarlið. En það allavega 10 punktar í þessum píramída sem búið að raða upp í þetta form og ef það hefur einhverja merkingu fyrir ykkur, þá bara hrósa ég ykkur fyrir að vita hana. Því að hér stendur ekkert meira það, ok? Samt ég veit alveg að þetta þýðir eitthvað fyrir einhvern hann úti. Hérna verið að tala um leiðtogahæfni og að öllum líkindum hefur þú yfir að ráða leiðtogahæfni sem að mun hjálpa þér áfram varðandi eitthvað sem þú ert að takast á við í dag. Og það þannig sem að ég að hugsa þennan lestur að þetta kemur bara inn á eitthvað sem að eitthvað sem þú ert að díla við eða svona umkringir þig með þessa dagana. Það hefur verið að hvetja þig til sjálfstæðis, sína sjálfstæða hugsun, ég varðandi ákveðin málefni. Kannski ertu að gera það og þá bara verið að hrósa þér fyrir það. Þú gæti verið að hugsa að gera eitthvað sem að lyftir öðrum upp eða hefur hvetjandi áhrif á aðra. Og það væri mjög gott og jákvætt að temja þér það að temja þér aðlögunarhæfni, skulum við segja. Í ákveðnum aðstæðum þarftu að sýna aðlögunarhæfni. Nú veit ég ekki alveg hversu gott ljónið í því. Ljónið held ég merki sem frekar fast fyrir. Þannig að kannski þarftu að minna sjálfa þig á það, kæra ljón. Ef þú ert að gera eitthvað sem að krefst hugrekkis og þú hefur áhyggjur af því að ef þið vill mistakist þér, þá máttu vita það að fá þetta spil gefur þér styrk og hugrekki til að koma því í gegn eða koma því á framfæri sem þér mikilvægast. Eitthvað sem að þú hefur í hjarta þínu og vilt að gangi í gegn. Þú þarft alltaf að fara varlega með þessa sterku hæfileika sem að líka fylgja þínu merki og þessu spili. Það bara verið að vara við því að þjóstnast ekki yfir aðra eða nota það á neikvæðan hátt. Því að þannig ferðu bara að vinna gegn sjálfum þér, gegn málefninu sem ræðir. Þetta númer 10 virðist á einhvern hátt hérna tengjast loga, það er að segja eldsloga og litum jarðarinnar. Það komið vilt inn á liti í þessum spilum líka. Og það myndi hjálpa þér og þú getur fengið orku úr því að klæðast fötum í þessum litum, það er að segja jarðlitum sem að hljóta þá að vera
brúnir og grænir litir, svartir kannski, gráir, eitthvað sem að fyrir þér eru jarðarlitir og síðan litir sem þú tengir við eld, sem væri þá kannski rauður, appelsínugulur, gulur, eitthvað slíkt. Ok, svo mörg voru þau orð. Þetta voru skilaboðin til þín í dag úr þessum skemmtilegu talnaspekispilum sem hér eru. Ég bara vona að þú fáir eitthvað út úr þessum stuttalestri. Óska þér allsins besta, ljós og kærleikur.